Nú áður en að við byrjum þetta sem sagt flæðir, við tökum það sem að stendur á dagskránni 5 ár aftur. Við klárum það allt saman og til að byrja með, en ég vil benda á að dagskráin öll send út á vef Umhverfisstofnunar og þar jafnframt gerð fyrsta tilraun til þess að texta það sem að hér fer fram, þannig að það ýmsar nýjungar sem að hér eru á ferðinni. En ég vil þó ekki hafa þetta lengra í bili og bið forstjóra Umhverfisstofnunar, Kristínu Lindu Árnadóttur, að hefja leikinn 5 ár aftur í tímann. Gjörðu svo vel. Kæru ársfundsgestir, árið 2008 þá settum við okkur nýja stefnu og það alveg ótrúlegt en satt að nú 5 árum síðar og við eigum að vera búin að gera alveg heilan helling. Og þess vegna ákveðum við að taka saman það sem við erum búin að vera að gera síðustu 5 ár í samræmi við þessa stefnu. Það nefnilega afskaplega mikilvægt að áður en að stefnan sett fram á við að við horfum hvað við erum búin að gera. Og til þess að bæta okkur þurfum við að meta hvað gekk vel og líka það að vera svolítið heiðarleg með það hvað gekk ekki eins vel. Og það það sem við viljum byrja á að segja ykkur frá í dag, gefa ykkur svona heildarmyndina yfir tímabilið. Og inn í þessum bæklingi að finna svona nokkur verkefni, vísa sem við höfum tekið saman og svona stóru málin. Og ég ætla að vona að þetta auðveldi ykkur yfirferðina. Við settum okkur 10 markmið og þetta eru þau. Að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og losun heilsuskaðlegra efna og efna sem hættuleg umhverfinu, gera upplýsingar umhverfismál aðgengilega almenningi og bæta bara almenna framsetningu upplýsinga og vinna að vernd náttúru Íslands og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Við vildum stuðla að vernd og nýtingu dýrastofna, kynna rétt almennings til að njóta útivistar í náttúrunni, nota vistkerfisnálgun við heildstæða stjórnun í haf og vatni, draga á myndir úrgangs og auka endurvinnslu, stjórnsýslan skýr og skilvirk og að við vildum vild fá almenning og fyrirtæki í að taka umhverfismerkingar og láta það vera leiðandi í sínum innkaupum. Það var þannig mikill hugur í okkur á árinu 2008. Ný stefna, nýtt skipurit, við vorum algjörlega tilbúin í þetta. En það kom eins og allir vita krafa niðurskurð. Og eins og ég tel að flest allir hafi gert, þá tókum við því sem bara hverju öðru verkefni. Þetta bara verkefni sem við stóðum frammi fyrir. Og við töldum það líka mjög mikilvægt að við værum mjög meðvituð það hvar við værum að fara að skera niður. Það nefnilega þannig að þegar maður stefnir hátt, að þá þarf maður líka að tryggja það að missa ekki sín og þarf að fara í niðurskurð, þá þarf maður að passa upp á það að missa ekki sýnina á hvað mikilvægast. Því það mjög hættulegt að detta í það að fórna minni hagsmunum fyrir meiri eða einfaldlega að segja að við höfum ekki tíma í umbótaverkefni. Við höfum ekki tíma til að gera þetta núna. Við gerum það þegar betur árar. En það nú þannig að ef maður nýtir ekki tíma í það að takast á við skipulag og annað slíkt að þá bara minni tími til framtíðar. Þess vegna lögðum við mikla áherslu á að byggja upp okkar undirstöður. Og á þessum tíma höfum við náð að votta gæðakerfið okkar sem ISO 9001. Við höfum farið í vottun á umhverfisstjórnunarkerfi. Auðvitað tók þetta aðeins lengri tíma heldur en við ætluðum okkur upphaflega. En við kannski ætluðum okkur líka að gera þetta mjög hratt. Þannig að það var kannski bara allt í lagi. En við vorum alltaf ákveðin í því að við þurftum að komast þarna. Það var nauðsynlegt fyrir stofnunina og okkar uppbyggingu. Við fórum í verkskráningu og almenna bætta skráningu gagna og töldum mjög mikilvægt að auka gagnsæi og aðgengi að upplýsingum á vegum stofnunarinnar. Og þetta einn af þessum stóru atriðum sem við lögðum mikla áherslu á.
En það var fleira. Við fórum að setja okkur ársáætlanir og tryggðum það að við myndum fylgja þau eftir, áætla fram í tíman. Hvað gerum við ráð fyrir því að það verða mörg mál hjá okkur, mörg erindi, mörg eftirlit, margar eftirlitsferðir til þess að vita hversu mikinn tíma við höfum aukalega í önnur verkefni. Og þetta er auðvitað mjög mikilvægt þegar að stofnanir hafa stór og umfangsmikla málaflokka. Við settum fram áhersluverkefni og tryggðum það að fylgja eftir árangri. Það sem ég sé kannski mest eftir því að við kannski gáum okkur aldrei tíma til þess að svona fagna því sem við kláruðum, og það er eitt af því sem við ætlum að vera betri í á næsta tímabili. Það er að fagna því þegar okkur gengur vel. En maður er stundum bara svo ofboðslega upptekinn, maður bara fer beint í næsta verkefni. En það sem er kannski mjög stórt atriði, það er að við vildum vera fyrirmynd. Við vildum vera fyrirmynd í vistvænum rekstri. Og það er mjög ánægilegt hversu vel okkur hefur tekist þar. En það er nú bara þannig, ef að Umhverfisstofnun getur ekki verið fyrirmynd í vistvænum rekstri, hver getur það þá? Og það þýðir nú lítið fyrir okkur að fara út í samfélagið og segja við leggjum áherslu á græn gildi nema við sjálf höfum innleitt þau og séum með það sífellt í huga. Við settum á fót teymi til þess að tryggja samvinnu milli sviða og þau gengu mjög vel. Og við fórum líka í ákveðin svona verkefni við að innleiða verkefnisstjórnun. Eins og ráðherra minntist á, það voru jafnframt mörg, þrátt fyrir að vera svona á niðurskurða tímabili, þá fengum við líka mörg ný stór verkefni. Vil ég þar minna á stjórn vatnamála sem er, eins og ég segi alltaf, stærsta samráðsverkefnið sem við hefum nokkuð tímann farið í, snýst það að fá þá aðila sem að koma að vatni til þess að vinna saman, með eitt markmið í huga. Það er bætt ástandsvatn og halda gæðum vatns. Þetta er einfalt markmið, en þegar það koma saman fullt af aðilum með ólíka hagsmuni að það þarf að fá fólk til þess að tala saman. Og það má ekki gleyma því að grunnurinn í okkar helstu atvinnuvegum eru eins og meðal annars orkuverin, vatns og jarðvarman. Þetta byggir auðvitað allt á vatni, fiskveiðar og svo má lengi telja. Við tókum jafnframt upp viðskiptakerfi með gróðurhúsalofttegundir. Gríðarlega flókið kerfi, einu sinni þóttist ég vera sérfræðingur í þessu. Það er fyrir 6 árum síðan og núna sér maður hefur bara afskaplega lítið vita á þessu. Þess að reglurnar breyta svo hratt og regluverkið er svo flókið. En það er ástæða fyrir því að það er flókið, vegna þess að nú er verið að reyna við nýja hagræna hvata. Það að nota fjármagn til þess að stjórna því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Og það á Íslandi eru tvær inngrediensir sem eru komnir inn, það er flugið og það er búið að klára sitt fyrsta ár í þessu kerfi og næst eru iðjuverin sem eru að byrja sitt tímabil. Annað mál sem ég finnst afskaplega mikilvægt er það að efnamálin, það breytti svolítið kúrsinn þar. Við fórum frá því að vera með ábyrgðina á ríkinu varðandi það að meta hættu eiginleika efna í því að það er þeir sem að framleiða efnin sjálfir sem eiga að bera ábyrgð á því. Og þetta er gríðarlega mikill munur. Af hverju? Jú, vegna þess í dag eru framleiddir tugir eða ekki 100 nýrra efna, ég veit ekki hvort á hverjum degi eða hverju viku. Þetta er gríðarlega mikið magn og við munum aðeins fara í það á eftir. Og eitt orð þarna sem er afskaplega mikilvægt, það er kokteeláhrif. En við vorum líka með áherslumál sem við vorum með áður en lögðum mikla aukinn kraft í. Svanurinn sem var kannski ekki alveg í sínu besta ástandi en svo sannarlega tók flugið á árinu og þið fáið að heyra hann á eftir. En ég vil að minna á það að Svanurinn er auðvitað norrænt merki sem er rekið af ríkinu. Þetta er sem sagt ríkismerkið. Verndaraðgerð á friðlýstum svæðum. Það var alveg stökkbreyting í því það fjármagn sem við fengum í framkvæmdir á friðlýstum svæðum og aukinn skilningur á því að það þarf fjármagn til þess að byggja upp þessi svæði. Það er ekki nóg bara að segja velkomin, komið til okkar fagra Íslands. Það þarf að vera, þú ert að vera tilbúin að taka á móti fólki. Ég og ferðamálastjóri heldur við bæði eitt fyrsta árin okkar í embætti við að svara á spurningum klósettpappír og klósett
Það voru mjög áhugaverðar umræður. En þetta eru raunveruleikin sem þarf að takast á við. Við erum að bjóða fólki upp á ákveðna upplifun og við þurfum að tryggja að hún haldist. Hert eftirlit með mengandi atvinnurekstri. Þarna lögðum við áherslu á skýrleika, fyrirsjáanleika og árangur og við vildum tryggja það að upplýsingarnar eftirlitið væru aðgengilega almenningi. Þannig að við fáum líka þannig miklu fleiri til þess að aðstoða okkur við eftirlitið og auðvitað hafa áhuga á verksmiðjum í sínu nær umhverfi. Þetta eru auðvitað bara dæmi svona nokkur áherslumál og hér á eftir verður farið yfir nokkur stórmál sem við viljum svona highlighta það sem gekk vel, en auðvitað horfist við augum við það að það gekk ekki allt vel. Auðvitað það þannig. En í dag langar við okkur að fara yfir með ykkur hvað gekk vel og þó hvert við erum komin í dag sem þá grunnur í því hvert við viljum fara til framtíðar. Takk fyrir.